Gífurleg aukning stelpna í bardagaíþróttum hefur orðið hjá júdódeild Njarðvíkur. Stofnaður hefur verið sérstakur stúlknahópur innan deildarinnar sem skipaður stelpum allstaðar af á Suðurnesjum á aldrinum 11 til 16 ára. Sólborg Guðbrandsdóttir kíkti á æfingu hjá júdóstelpum í nýju bardagahúsi í Reykjanesbæ. Þá fæ ég bara Andrea. Þú þar, þú mátt velja að reyna með þér. Ok. Þið klappið bara. Ég bara í skýjunum yfir. Mér er ótrúlega gaman að sjá hvað margar stelpur sem bara búin að átta að sjá því að þetta er bara íþrótt fyrir alla. Af hverju heldur að séu núna að bæta svona í hópinn? Það er búið að vera alltaf einn og einn sem hafa verið að koma að æfa og núna í janúar þá komu það bara með vinkonur sínar og byrjuðu aftur margar og ég veit ekki, það er bara einhvern veginn vakning, bara einhvern veginn kannski þjóðfélaginu eða eitthvað, ég veit það ekki. Fyrir þá sem ekki vita, hvernig myndirðu lýsa júdó? Hvernig íþrótt er þetta? Júdó, þar er maður bara mest að takast á við sjálfan sig. Maður er að reyna að bæta sig og bæta tækni og maður lendir í svo miklum erfiðleikum. Maður er að halda manni niðri, maður er að lúta í lægra haldi, maður er að tapa á æfingum og tapa á mótum og maður stólar bara sjálfan sig og maður þarf að sigra sjálfan sig í ótrúlega mörgu og standa alltaf aftur upp og halda alltaf áfram þrátt fyrir að maður lendir í erfiðum aðstæðum. Og er þetta íþrótt fyrir alla? Þetta er íþrótt fyrir alla. Við erum með 74 ára gamalt fólk hérna á æfingum og niður í, svona 4 ára krakka og konur og mikið að bætast í líka í ekki eldri konur en svona 30 ára plus sem er að æfa þá gólfglímu hjá okkur og svo bara þetta magna stelpum, þetta er bara geggjað. Af hverju byrjuðu þið að æfa júdó? Mér fannst það bara áhugavert og mér langaði bara að vera skipað eða sterk. En þið? Af því að þær byrjuðu og maður langaði að vera með þeim. Hvernig er að æfa júdó? Það er bara ég gengur vel að æfa júdó en stundum er það erfitt að læra öll brögðin því það er svo erfitt að skila að hvernig að gera það. Verður búin að æfa lengi? Já, ég er búin að æfa í cirka 2-3 ár. Ég er búin að æfa fyrir 1 ár. Eitthvað svona 1 mánuð. Hvernig er fyrsti mánuðurinn? Gaman. Að þú búin að æfa í nokkur ár núna, varstu að æfa með strákum áður? Já, ég var eina stelpan og þá gat stundum verið smá erfitt því að þau voru alltaf stærri en ég. Og hvernig er að fá núna að æfa með öllum stelpunum? Bara rosalega öðruvísi og skemmtilegt. Hvað finnst þið skemmtilegast við að vera í júdó? Sérstaklega þegar maður glíma. Hvað finnst þér erfiðast? Það er þegar einhver er stærri og eldri sem nær mér eiginlega alltaf. Hvað gerir maður þá ef maður er að keppa við eitthvað sem er stærri og sterkari kannski? Stundum er betra að finna annan félag. Hvernig er að æfa með stelpum? Það er gaman. Neyjum okkur, leiðum við búin að neyja, þá erum við búin að segja þessu tilbúin. Þá ætla ég að reyna að ná í kragan og í hendina. Ef ég næ þessu, hún er ekki mig, þetta er svo tök. Ef við náum báðið saman tíma, þá er ég að töfni. Byrjum áttur, kynna svona. Ég vann. Hvað er það að gera á æfingum? Bara að læra ný brögð og glíma og þrek og þannig. Eru þið eitthvað farnar að keppa? Já. Það var júdómót á síðasta ári í desember, bara hérna samt. Hvernig er það búið að ganga? Bara vel. Þetta er bara frábært og þetta er bara örugglega besta svona æfingaðastaða sem er bara hérna á Íslandi í dag. Línurnar er alveg ótrúlega flottar svona með engum svona skilum, þannig að það er engin hætta á að þau sé að tábrjóta sig og yfirborðið svona slétt, þannig að þetta er bara svona bara ótrúlega fyrir svona fjölbragða glímu. Maður getur verið að kenna allar tegundir fangbragða. Hvað eru margir að æfa hjá okkur, heldurðu? Það er svona staðaldri síðan svona 80 til kannski svona 100 að æfa. Og stelpurnar orðnar fleiri en þær voru?
Já, það eru búin að margfaldast. Þetta er bara þessi hópur, hann er búin að fara úr einni stelpu kannski á æfingu í þennan hóp. Þetta er hvað, 10, 11, 12 stelpur hefur hlis. Geta þeir sem vilja byrja að æfa júdó, geta þeir komið og skrá sig hjá okkur? Hvenær sem er, maður getur bara að byrja, það er ekkert svona byrjunar tímabili eða enda, þetta er bara allt árið og maður getur alltaf aðlagað æfinguna að hverjum og einu. Nú tíuna á kannski fleiri strákar verið að æfa þessa íþrótt. Finnst þið vera öðruvísi að þjálfa stelpur eða er þetta svipað? Já, það er pink öðruvísi. Það eru náttúrulega miklu á þessum aldri sem er að þjálfa núna aðalega. Það bara teknískari og sterkari og einbeittari. Og en það er svona bara aðalmáli á þeim kannski er að taka pláss. Þóra að taka pláss, nota vöðvana, vera svolítið, að taka bara pláss. Það er aðalmálið. En annars það ótrúlega fljótar að ná því að þóra að taka pláss. Heldur það séu jafnvel framtíðar júdóstjörnur hérna inni? Þetta eru bara besti júdóhópur sem ég veit af í þessum flokki.